hvað skildir þú vera í pakkanum? Með pakkan, opinn, fram að sig, og segir ekki frá því. Því Evrópusambandið opnaði pakkan. Þessi umræða var í gangi á sínum tíma, 2009-10, það kíkja í pakkan. Frasinn var til þá og var síðan að atlægi. Þannig að það kom mér á óvart þegar hann var endurvakið núna, af því þetta var svona frasi sem var síðan notað til þess að gera grínað að nálgunni hjá þessu fólki á sínum tíma. En samt var hann endurvakið, allt ruglið var endurvakið, nema hvað, Evrópusambandið var á sínum tíma búið að opna pakkan og sturta úr honum á borðið. Þetta liggur allt fyrir. Það felst í aðild. Og svo segir manni, við erum í sterkari stöðu núna, sterkari samningsstöðu. Og Evrópusambandið var samt að tala um þetta sem samningaviðræður. Þetta bara þegar þú útskýra hvernig þið ætlið að og hvenar að laga ykkur að öllu regluverki. Til þín. Nei, þú mátt laga svo eins og þú vilt, sko. Bara sýta það sem ég er. Já, bara þarna, sko. Okay. Já, Sigmundur. Hvernig líður okkur? Hvernig erum við? Alveg þokkalegur. Er það ekki? Jú. Glæsilegt. Þú varst rosalegur í silfurinn í gær. Allir vinstrumennir alveg brjálaðir úti að hvernig þú varst að haga þér. Já, kemur ekki orð, ekki fyrst skipti. Ég hef upplifað þetta áður. Eiginlega bara frá því ég byrjaði. En mér mikið niðri fyrir út af því sem að er framundan og kannski markast að einhverju leiti af því að vera búin að ganga í gegnum þetta áður. Sama leikrit með sömu frösunum og sama bullinu og það hefur reynst ekki skipta neinu einasta máli hvað kemur í ljós og frá hverjum. Hvort Evrópusambandið útlistar hlutina sjálft, annarkvort persónlega á blaðamannafundum, í skrifum á heimasíðu sína, í reglum sambandsins, í sáttmálum sambandsins eða bara í fyrirliggjandi niðurstöðum forsendur Evrópusambandsins, gagnvart þeim viðræðum sem að verða að reyna að endurvekja núna. Þetta virðist ekki skipta neinu máli og þess vegna finnst mér þetta að vera mjög lýsandi fyrir sem ég lýsti nú í grein áður en þetta fór allt saman að stað. Hversu alls ráðandi umbúðapólitíkin er orðin á Íslandi. Það er með öðrum orðum hægt að stjórna að einhverju leiti algjörlegum tengslum í raunveruleikann og hvað snýr upp og niður og hvað er svart og hvað er hvítt. Það er bara búin til einhver veruleiki og leitast við að stjórna út frá honum. En ég hef samt ennþá fulla trú á því að Íslendingar láta ekki blekka sig nú frekar en fyrir daginn. Nei. Þegar hólminn er komið. Þetta er að verða mjög áhugavert, sko. Ég eins og segi, ég hef svona aldrei verið eitthvað harður andstæðingur, en í dag þá þykir mér þetta bara vera svo ævintýralega vond hugmynd að ég einhvern veginn get ekki sé fyrir að þetta sé jákvætt skref og þá er ég aðalega að vísa í Draghi-skýrsluna. Þú hefur nú gert henni mjög góð skil. Já, ég hef gagnað því að hlusta á þann þá, þrátt fyrir að hafa lesið heilmikið hana. Já, takk fyrir það. Ég mæli með honum fyrir þá sem eru áhersamur Já, akkurat. Hvað er rétt og rangt í þessu öllum? Ég var einmitt að gefa út þátt númer 2 núna opinberlega og mun svo gefa það út næstu daga. En ég einhvern veginn út af því að svo fær maður að heyra eins og undanfarið að þetta sé nú bara ein skýrsla, sko, eina mörgum og Evrópusambandið gerir fullt af skýrslum. Ég segi alltaf, hún er nú ekki bara minna mikilvæg það, en Evrópusambandið sko tekur ekki skref í átt að neinu í sjálfur sér, öðruvísi en að það sé vísa til þeirra skýrslu, sko. Já, en það kemur hún úr innsta kjarna frá miklum samruna sinna sem að Draghi er. Þannig að Evrópusambandið getur ekki annað en horfst í augu við þetta eða minnstakosti látið eins og það gerir það. Því að það hefur verið að færast úr einni krísun í aðra núna í mörg ár og er að dragast aftur úr á flestum sviðum, gagnvart Bandaríkjunum auðvitað, en líka gagnvart nýju veldunum, Kína og öðrum. Og það er nú eina ástæðan fyrir því að mér finnst þetta allt svona fráleitt að við hérna á Íslandi sem að erum búin að ná ótrúlegum árangri sem við gætum verið að byggja ofan á núna skulum ætla að hugsanlega að láta draga okkur inn í þetta hnignunar bandalag sem að Evrópusambandið er. Nokkrum árum eftir að við erum búin að sanna svo munaði hversu miklu máli fullveldið skipti í þessum stórum málum eins og Icesave-deilinu og alveg sérstaklega í uppgjörunu á hrunnu slitabúinu.
það hefði ekki getað gert nema bara því að við vorum sjálfstæð þjóð og ég gat sagt við Evrópumennina sem að komu að hóta okkur já, þetta kannski ykkar skoðun á því að svona séu Evrópureglur og að við ættum að fylgja þeim, en við erum ekki undir þessar reglur seldir Íslendingar og við getum breytt okkar lögum á þann hátt að það tryggi okkar stöðu og okkar hagsmuni. Það var það sem gerði úrslitin með þetta, að við höfðum þann rétt en með inngöngu í Evrópusambandið, og þetta nú eitt af því fáa sem allavega óumdeilt, þá gefur land eftir æðsta vald á sviði löggjafar, framkvæmdavalds, dómsvalds og utanríkisstefnu. Og ég skil ekki þessa miklu umræðu og þann mikla tíma sem hefur farið í vangaveltunum það. Hvort við verðum ekki bara að kíkja í pakkan, sjá hvort það sé í boði einhverjar sérlausnir í sjávarútvegi, jafnvel. Af hverju? Af hverju þegar við ráðum þessum málum nú þegar sjálf? Af hverju að fara í margra ára viðræður við Evrópusambandið sem að allt kerfi hérna, stofnanirnar allar hérna verða uppteknar af þessu og engu öðru, ríkisstjórnin verður upptekin af þessu og engu öðru, Þorgerður Katrín verður nokkuð svona allsráðandi á Íslandi í næstu árin og samfélagið verður klofið í endalausum deilum með Evrópusambandið. Til þess einnig að sjá hvort hugsanlega fáist einhver undanþága til að halda eftir einhverju af því sem við ráðum nú þegar sjálf. Þannig að fáist þess undanþága, þá getum við gefið eftir æðsta vald Íslands í löggjöf, framkvæmdavaldi, dómsvaldi og utanríkismálum. Dæmið bara gengur ekki upp. En það er líka ástæða fyrir því að það er sett fram með svona villandi hætti eins og raunin er. Og já, maður má ekki láta að pirra sig of mikið, menn segja það, þú veist að svona er bara pólitíkin orðin. Já, allt í lagi, svona er bara pólitíkin orðin, en ég ætla samt að benda á það að hún sé orðin svona fáránleg, því að ég held að fyrir einhverjum árum eða áratugum þá hefðu menn ekki komist upp með margar þeirra fullyrðinga sem að nú eru notaði sem megin röksemdafærslan fyrir því að það eigi að kíkja í pakkan. Með öðrum orðum, við erum komin inn í þetta sem er kallað á ensku post-truth society, þar sem að sannleikurinn er farin að skipta minna og minna máli og það er það sem að veldur mér mestum áhyggjum. Hvernig hérna, út af því að núna er ég búin að reyna að takast við jásegina sem að koma í misrauk og Þorgerður Katrín kemur meðal annars á mánudaginn. Til þín, já? Já. Þetta verður mjög spennandi. Ég er búin að vera að velta því fyrir mig hvort hún farið til Stefáns. Hann er að verða svo sár út í hann fyrir það mæti ekki. En hérna, það eru einrök sem ég hef átt pínu örut með. Má skjóta eininni? Já, hvað með? Það verður slæmt fyrir þig ef hún mætti til þín en þeir samt ekki farið til Stefáns. Er það slæmt fyrir mig? Já, af því að þá myndi hún telja sig öruggari hérna af þér og geta platað þig meir en Stefán. Þannig að þú verður að skamma þig þessu. Já, ég veit að það var einhverjir hérna pyrraðar yfir því. Mér var bara svo gaman að sveinandra sko. Að ég hef ekki verið leiðilegri við hann. Nei, ég er ekki að segja þú eigir ekki að tala við fólk alls ekki, sko. Nei, ég veit það. Nei, þetta er bara, ég peppaði þetta allt. Mér finnst það líka bara, ég ætla að viðurkenna það að þetta bjargaði alveg sumrinu fyrir okkur hlaðvarpanna, sko. Já. Mér finnst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt, sko. Og þið fengu takmarkaða samkeppni frá RÚV og í þessu. Þó þeir séu nú búin að endurvekja silfrið til að blanda sér í umræðina. Það er enda reitt, áður en ég kem að rökkunum sem mér finnst vera góð í hérna hjá jásennunum, að þá er eitt sem að mér finnst svolítið skrítið, þetta kemur bæði frá RÚV en líka frá Kristrúnu sem er enda bannað, ég er svo eini sem á að tala illa Kristrúnu hérna, eða ekki illum hana, en ég er svo eini sem á hnýti hana, en hérna... Já, gaggrínana, það er ekki vel séð hjá öllum. Fiskur er lýðheilsumál og við þurfum að borða meira af honum. Þess vegna er þetta hlaðvarp í samstarfi við fiskhúsið.is, heildsala þar sem þú færð allt það sem að hugurinn girnist. Hvort sem þú ert í veitingarekstri, hótelrekstri eða fara að halda viðburð þar sem þú þarft ferskan fisk, þá ferð þú inn á fiskhúsið.is og skoðar alltaf úrval sem að þeir hafa upp á að bjóða. Nei, en það er eitt í þessu. Þannig að hún sagðist alltaf að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni
í sumar með því að leyfa þeim bara að fá bara frí frá pólitíkinni og svona frí frá þau svona argaþrasi og ég var alveg bara, heyrðu, halló þið settuð ESB á dagskrá mitt sumar, þið það er enginn að fara í frí hérna. Já, aftur þetta, bara orðræðan. Ég byrjar að lesa Orwell núna eina fyrir enn. Ég veit ekki hvort það er til að leita huggunar, það er nú valla. En þetta er alveg ótrúlegt hvað hann hitti naglan á höfuð þannig að skrifa þetta 48-49 það sem að síðan átti eftir að gerast og hvernig menn eru farinir að endur skýra hlutina. Maður hefur nú rætt þetta á þér alltaf þegar kom einhver ný nöfn á hluti þá veit maður að einhver verið já. En svo er líka bara þetta að segja fólki að trúa ekki eyrum sínum og augum í umræðum þessi mál. Til dæmis þetta, það sem ég myndi nú telja sko grundvallar plagg málsins ef menn vildu einhver alvöru umræðu það er samningsafstaða Evrópusambandsins skilyrði ESB fyrir viðræðum við Ísland. Og ástæðan fyrir ég tel þetta vera grundvallar plagg er að okkur er sagt að það standi til að halda áfram með sömu viðræður byggt á því sem var búið að gera þá. Okay. Íslensk stjórnvöld voru þá búin að fallast á þetta plagg og þar er pakkinn opnaður. Þar liggur nákvæmlega fyrir til hvers Evrópusambandið ætlast af íslenskum stjórnvöldum og það liggur nákvæmlega fyrir hvernig þetta í alltaf ganga fyrir sig. Ég held að Ríkisútvarpið hafi enn ekki sagt frá þessu skjali. Það birtist í Morgunblaðinu umfjöllun það. Það hefði verið falið á síðum utanríkisráðuneytisins, það voru engin tenglaráða lengur en menn fundu leið á því. Og Ríkisútvarpið ennþá með þessa umfjöllunum, hvað skildir þú vera í pakkanum? Er með pakkan opinn, fyrir fram að sig og segir ekki frá því. Því Evrópusambandið opnaði pakkan. Þessi umræða var í gangi á sínum tíma 2009-10 það kíkja í pakkan. Frasin var til þá og var síðan að atlægi. Þannig að það kom mér á óvart þegar hann var endurvaki núna af því þetta var svona frasi sem var síðan notað til þess að gera grínað að nálgunni hjá þessu fólki á sínum tíma en samt var hann endurvakin og allt ruglið var endurvakið nema hvað, Evrópusambandið var á sínum tíma búið að opna pakkan og sturta úr honum á borðið. Þetta liggur allt fyrir hvað felst í aðild og svo segir manni, erum við sterkari stöðu núna sterkari samningsstöðu og Evrópusambandið var að samt að tala um þetta sem samningavirar. Þetta er bara þegar þú útskýra hvernig þið ætlið að og hvenar að laga ykkur að öllu regluverkinu. Þannig að það er líka skjótin inni að ef við erum að fara inn í sömu viðræður með sama aðildarsamning sem verður þá bara einhvers konar áframhald þá erum við samt líka að viðurkenna að okkar sterka staða sé í rauninni ekki eitthvað sem verður vinklað inn. Hvort erum við í sömu betri stöðu eða þá að fara að taka upp sama samning. Akkurat. Sko. Og eins og ég sagt, ég get vel skilið það að Evrópusambandið geti fallist á þessa túlkun af því að það fyrst og rónið að halda ég fram að Ísland var ennþá umsóknarríki, svo var ekki hægt að segja það lengur af því að það fundust gögn og Evrópusambandið hefði hagað sér eftir því í mörg ár að Ísland var ekki lengur umsóknarríki. Þá var fundin þessi frasi sem var kynntur til sögunar í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel að umsóknin væri valid, gild eða gjaldgeng. Og ég get vel skilið sem svo skilið það að Evrópusambandið líta á sem svo að umsóknin sem við sendum hérna 2010, notum hana bara. Þeir eru búin að fallast á kröfur okkar og þeir áttu bara eftir að gefa eftir meira í sjávarútvegsmálum og landbúnaði og svona. Fínt fyrir Evrópusambandið. En af hverju ættu íslensk stjórnvöld á saman tíma talandi það að samningsstaðan sé miklu sterkari núna að vilja taka upp þráðina sem frá var horfið hjá Össuri og Jóhannu. Það er ekki lógist. En það er líka bara vegna þess að þau vita að það er ekki almennur meirihlutastuðningur við að ganga í Evrópusambandið. Þess vegna þarf að reyna að komast þessa hjáleið. En þá færum okkur yfir í erfiðmálin út af því að og fyrir ykkur sem eruð að horfa á þetta í beinu streymi þá verðum við hérna í korter eða 20 mínútur eða svo og svo færist þetta inn á einpæling.is þar sem þið getið klárað
þetta beina streymi. En ein góður punktur sem ég veist jávarinn að vera með, og hann sá að það almenn ánægja innan Evrópusambandsins, og það hafa alltaf verið einhverjir moldarbúar eins og ég og þú sem hafa alltaf verið á móti öllu sem við kemur alþjóðasamstarfi. Þannig að hvað eru þið hérna, Simmi og Tóti, að þykjast vera að berjast fyrir einhverju sérkennilegri túlkun af fullveldinu, að tala gegn þessu þegar að öll önnur ríki geta sýnt fram á það að almenn ánægja með Evrópusambandið 70-90%. En nei, þið eru svo miklu snillingar út af því að þið eru með einhverjar hugmyndir einhverja Draghi-skýrslu og eitthvað fullveldi og einhverja sérstöðu í Ísland og eitthvað. En ég meina, ef við myndum fara þann inn, þá gæti það vel komið upp á hattinum að við erum bara með 90% ánægju út af því að öll ríkustu ríkin eru þau ánægjustu. Já, ok, þetta í grófum tvennrögg. Byrjum á þeim fyrri. Þetta með að kannanir sýni að fólk sé ánægt í Evrópusambandinu. Þannig er allur gangur á því. Og við tökum kannanir sem að ná yfir mörg Evrópulönd, til dæmis YouGov, Gallup, þá er allur gangur á því hvað þjóðunum finnst Evrópusambandið. Austur-Evrópuríkin, sem eru nú kannski gagnrýnust á það, erfiðust við það, sýna engu að síður áfram vilja til að vera aðilar. Meira segja Ungverjaland á sínum tíma á Pólland, Slóvakía, þessi lönd sem að voru í stöðugu stappi við Evrópusambandið. Þar var meirihluta stuðningur við aðildana því að hinn kosturinn var talin verri. Þar hefur fólk smá sögulegt minni og man eftir orwellíska veruleikanu. Já, akkurat. En svo nú kannski töluvert meiri andstaða við Evrópusambandið í vesturhluta Evrópu, í Danmörku, Frakklandi, Bretlandi, auðvitað sem fóru út, Ítalíu og fleiri löndum, Austurríki. En þar nálgast menn þetta sem svo að þeir eru ennþá að vonast til þess að það sé hægt að laga þetta. Þeir eru lentir í stöðu frosksins í pottinum. Vatnið var bara ljómandi notalegt. Orðið aðeins of heitt núna og menn eru svona að vonast til þess að hittir verði örlítið lækkaður, en alltaf að hækka örlítið meira og meira, en menn eru að bíða og vona að menn hljóti nú að fara að lækka aðeins í pottinum. Það má líka líka þessu við, sko, þegar menn eru komnir í hjónaband, þá auðvitað er tilhneigingin svo að segja, jú, þetta er bara allt í fína og sérstaklega eru menn kannski ánægðir með að rétta á einhver fyrir úrskeiðis eins og séð og heyrt sagan er kannski til marksum að það þótti ekki gott, ekki líklegt til árangurs þegar menn voru að byrtast og fóssiðu séð og heyrt og segja frá því sérstaklega hvað hjónabandi gengi vel. En það er bara svo Facebook í dag. Já, það er svo Facebook í dag, akkurat. Og þannig að menn hafa sínar ástæður fyrir því að þegar þeir eru komnir inn að vilja kannski frekar bíða og vona og sjá hvort að hlutin lagist, frekar en að fara í gegnum það gríðarlega erfiða skref og í rauninu ómögulega að ganga úr Evrópusambandinu. Bretum tókst það með herkjum, en það var allt gert, ekki bara af hálfu Evrópusambandsins, heldur líka af hálfu embættismannakerfisins í Bretlandi til að sabotera, skemma það allt saman. Þetta minnir svolítið á regluna í Sovétríkjunum í gamla dag, sko. Hvert Sovétlýðveldi, Lettland eða Úkraína eða hvað sem mátti samkvæmt stjórnarskránni segja sig úr Sovétríkjunum. Það er fullan rétt til þess. En það var ekkert mælt með því að reyna það samt. Nei, þetta er eins og í 1984, það er engin lög, sko, það er engin lög sem að banna neitt, en það veit allir að það er bannað. Akkurat, og þá líður kannski flestum bara best í því að vera ekkert að rugga bátnum. Við höfum bara að vona að hlutinni lagist og reyna að vinna í þessu innanfrá.
Það fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem það í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuðum með góðum vinum. Kaldi á einfaldlega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég gríðarlega ánægður með það. Harðfiskur sælgæti sem að nú fæst á hreint út sagt ótrúlegu verði. Þið farið núna inn á hrafnadalur@einpæling.is og færið heimsendan ótrúlega góðan harðfisk, þannig að það að gera. Senda e-mail á hrafnadalur@einpæling.is og fá þessa dýrindisvöru senda heim að dyrum. Og svo seinni hluti röksemdafærslunar, hann varða það að svo margir hafi sagt einhvað neikvætt gegnum tíðina einhvað sem að síðan reyndist allt í lagi. Þetta náttúrulega bara fullkomin rökvilla. Því að á sama tíma hafa margir varað við og sagt einhvað neikvætt einhvað sem að síðan reyndist hræðilegt. Það ekki hægt bara að velja að Steingrímur J hafi verið á móti litasjónvarpi eða áfengi í verslanir og svo hafi komið litasjónvarp og það hafi bara verið allt í lagi. Hann og fleiri voru kannski á móti öðrum hlutum sem betur fyrir raun gerðust ekki og hefði ekki verið í lagi. Þannig að þetta svona dæmi umbúðapólitíkina og í rauninni eðlisinu rökvilla. En við getum leikið saman leik án þess þó að svindla eins mikið og gert með þessu. Við getum notað sambærileg dæmi eins og ég gerði þetta aðeins í upphafi með til dæmis ISEF. Þar var því haldið frammiðlega að ég væri of pirraður yfir þessu. Svona eins og þannig í silfurþættinum að mér væri of mikið niður fyrir þetta ISEF. Það mjög gaman að skoða gömul viðtöl við þig í kringum þetta. Já. Þessu nákvæmlega. Og sagt, fyrst að nú byrjaði því að reyna að halda því fram að þetta er ekkert mál og bara okkur ber að gera þetta og eins og einhverjir álitskjafar sem ennir leitað til, það nú annað svona bugbear hjá mér. Akkur alltaf verið að leita aftur til fólk sem hefur mest rangt fyrir sér. Talandi þessa rökvillu sem ég var að tala áðan, hún bara ósýnileg öllum. Þegar einhver búin að hafa rangt fyrir sér í 20-30 ár grundvallarmál, þá hann alltaf kallaður aftur en ekki þeir sem hefur rétt fyrir sér. Allavega, einhverju álitskjafar fóru að tala að Íslendingar hefur bara gott að því að borga þessar skuldir og þá kannski lærið af reynslunni. Það kom aftur þetta sjálfshatur sem eða svona sjálfsniðurlæging sem ég finnst svolítið ábyrrandi í tengslum við umræðan með Evrópusambandið. Og það kom aftur þetta, hvað að þessum Sigmundi? Hann alltaf á móti öllu og akkur þarf vera svona mikið á móti þessu. Við þurfum að klára þetta til að komast áfram og til margar skopmyndir af mér og fleira það sem að ég gerður einhverju þráhyggjumanni með þessi mál og annað sem varðaði efnahagslega endurreisn á Íslandi. En svo gerðist það svona þegar hann nærdró að menn fór aðeins að verða stressaður og segja beita hótunum beita hræðsluorðri. Svo frægt var með Kúbu norðursins og enginn myndi nokkuð tíman vilja lána okkur peninga aftur og við erum útskúfuð á alþjóða vettvangi ef við fjallumst ekki á þessar kröfur. Við gætum hvergi nálgast lánsfé, við getum ekki selt vörur, við erum bara, Kúba norðursins. Og maður reyndi að benda á, þetta virkar ekki svona. Við framleiðum hér vörur sem að menn vilja kaupa. Menn lána þeim sem þeir telja geti greitt tilbaka. Og við erum ekki að styrkja stöðu okkar með því að taka á okkur skuldir sem eru ekki okkar. Með því værum við að rústa lánsfjárstöðu okkar og möguleikum okkar til framtíðar. En þá eins og nú var þessi öllu pakkað inn í einhverjar umbúðir og síðan var óttanum bætt við og ég tek eftir að Þorgerður byrjaði á því núna. Tala einhverjar hræðilegar afleiðingar eða verið óbreytt ástand ef menn segi nei. Þannig að maður upplifir þetta allt saman aftur. Sömu viðbröðin
gagnvart mér og mínum málflutningi sama þótt sannleikurinn hafi sýnt annað og svo leifir þetta fólk sér að koma og segja já, það voru nú menn á móti litasjónvarpinu á sínum tíma og eru þeir þá á móti Evrópusambandinu líka og munu aldeilis reynast hafa haft rangt fyrir sér. Þetta er engin rök heldur þvert á móti því að Evrópusambandið er ekki litasjónvarp. Evrópusambandið er afturför, Evrópusambandið er spurningum það að hafa af ungu kynslóðan í Íslandi, unga fólkinu og ófædda fólkinu tækifærin sem að Ísland getur veitt ef að það fólk fær að stjórna sér sjálft. Ég með þetta er verið áberandi í vókinu sko, að nú þegar að fólk er svona farið að ránkvalfa augunum þegar að svona mesta dellan ríður yfir og þá voru mjög margir út að tala þetta sko, svo ég fá að sletta track record sem að fólk hefur, sem að var bara fremst í flokki og já, ég stið þetta og þetta er frábært, var allir ömurlegir sem er á móti þessu. Hann kannast ekki við þetta. Nei. Það er bara eins og þetta hafi gert komið. Það mann bara eftir því að það var hlint í litasjónvarpi og einhverjir voru það ekki og þess vegna hljóti það hafa rétt fyrir sig núna. Þrátt fyrir allt í middiltíðinni að hafi kannski sýnt að þetta er ekki bestu spámennirnir og þetta er ekki fólk sem að er alveg með á nótunum raunveruleikan. Og það er stóra vandamálið okkar eins og við ræddum áðan. Hvað pólitísk umræða á Íslandi er orðin ótrúlega lítið háð staðreyndum. Þetta er allt farið að snúast bara frasana og umbúðirnar. Og á þeim forsendum einum ætla þau að reyna að vinna þetta núna og það með þessu útspili já til að sjá fólk og flokkar sem eru beinlínis stofnaðir það að gangi Evrópusambandið af því það var ekki nógu mikill stuðningur við það í Sjálfstæðisflokknum á sínum tíma og þetta fólk var svo sannfært að Ísland ætti að gangi í ESB að það ákveður að stofna flokkum það. Svo kemst þetta fólk í ríkisstjórn ekki út á stefnum Evrópusambandið út á það að lofa að hækka ekki skatta og einhvað slíkt eftir skattahækkanir síðasta kjörtímabils. Það var náttúrulega svikið og Kristrún forsætisráðherra nýbúin að segja fyrir kosningar sko, Evrópusambandið á ekki að vera á dagskrá, við viljum ekki kljúfa þjóðina. Já, svo kemst þessi flokkur stofnaður mikilvægi þess að gangi í ESB í ríkisstjórn og knýr á það með einhverjum hótunum að verði að drífa í því að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu en ákveður að stilla því þannig upp að bara við höfum ekki hugmyndum hvað felst í því að vera í Evrópusambandinu eða sækja þar og eru þið á móti upplýsingum. Við verðum að sækja til þess að sjá hvað þetta Evrópusamband er hvað gerist ef maður sækir þar hvað skildu þeir bjóða okkur. Þetta er fólkið, sama fólk og er búið að helga sitt pólitíska líf baráttunni fyrir því að koma Íslandin í Evrópusambandið og telur svo að það geti talið almenningi trú það að þetta sé nú bara spurningum að leita tilboða. Sjá hvað er í boði. Evrópusambandið búið útskýra þetta virkar ekki svona. Það vita allir í öllum Evrópuríkjum. Öll stjórnvöld vita hvernig Evrópusambandið virkar og hvaða aðildarumsóknum Evrópusambandið er. Nema við erum með stjórnvöld hér á Íslandi sem hafa svo litla trú á eigin þjóð að þau telja sig geta sagt henni að það að sækjum aðild að Evrópusambandinu sé alls ekki spurningum það hvort við viljum gangi í Evrópusambandið. Það sé bara spurningum að sjá hvað Evrópusambandið býður okkur. Það er ein góð spurning. Ég fekk nefnilega eins og þú sérð ég fekk alveg fáránlega margar spurningar út allt. En það var einn sem kom til góða spurningu sem er svo, hvað þarf að gera svo að semmi segir já við ESB eða myndi vilja ganga þar inn út af því að núna vitum við alveg að það er mjög mikil þróun það sem að núna í dag eru kallað einhverjir fasistaflokkar sem að eru bara svona hefðbundnir skynsamir íhaldsmenn fyrir 10 árum. Það er orðið fasistaflokkar í dag
En hvernig, eða öfga hægri eða hvað sem þeir vilja kalla þetta allt. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú þarft til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögi núna í haust, eða þá einfallega vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig að þú þurfir ekki að vera að huga þig þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin, þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega ef að þeir eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. En hérna, núna samt nokkuð ljóst að þeir muni líklega taka sér allavega einhvers konar stöð innan Evrópusambandsins. Að sjálfsögðu Evrópusambandið búið að stofna hann af að þessi svo gríðarlega að þeir eru búin að verja að fólki sem þar inni veri náttúrulega sína stöðu með kjafti og klóm. Já. En til sá veruleiki þar sem að flokkar sem eru áþekkir með flokknum, núna að vaksa fiskur hrygg, að þið mynduð hugsanlega vera tilbúinir að ganga þannig? Nei, eðli Evrópusambandsins þyrfti bara að gjörbreytast. Ég mjög hlynntur og hef alltaf verið alþjóða viðskiptum og alþjóða samstarfi á sem flestum sviðum og Ísland á í mjög miklum alþjóða samskiptum og viðskiptum. Ég held að séu fálönd ef nokkuð sem eru með fríverslunarsamninga við eins mörg lönd og Ísland. Og þá höfum við gert í mjög mörgum tilvikum gegn aðildina EFTA en einnig bara tvíhliða samninga. Við höfum líka gert eins og fræktir tvíhliða samningum varnarmál, alls konar menningar samninga og slíkt með öðrum orðum. Já, hafrétta samninga og bara nefndu það. Öðrum orðum, við erum með sæti við borðið mjög víða. Sætum okkar myndi stór fækka ef við gengjum í Evrópusambandið. Við viljum miklu frekar vera sjálfstæð þjóð með sæti við fjölmörg borð víða heim heldur en koll út í horni í Brussel hjá Evrópusambandinu. Og svoleiðis að Evrópusambandið þyrfti að breytast að því marki að það væri ekki lengur til þess fallið að hindra tækifæri þjóða til samskipta við lönd utan Evrópusambandsins og væri ekki lengur að reyna að ná yfirráðum, pólitískum yfirráðum yfir aðildarlöndunum. Því það það sem sambandið að gera núna og eins og einhver sem ég man nú ekki, hvað heitir einn af forspörkum Evrópusambandisins á sínum tíma orðaði það, Evrópusambandið þróast með krísum. Þegar maður verið að benda á byrju, þetta gengur ekki vel hjá okkur, verður einnig krísun í aðra. Þá sagði hann, já, en þannig þróast Evrópusambandið að því að hver krísa gefur okkur tækifæri til að auka vald Evrópusambandsins. Og það stefnan hjá samrunasinnunum eins og Guy Verhofstadt sem var heiðursgestur á landsfundi Viðreisnar og útskýrði nú fyrir þeim þar hvernig að Evrópusambandinu virkar og sagði þeim að hætta að tala einhverjar undanþágur. En þau létu eins og hann hefði ekki sagt það í orð þótt þau hafi klappað og staðið upp og stappað á fundinum. En allavega til að svara spurningunni þá svarið þetta að Evrópusambandið þetta breytast í slíkum grundvallaratriðum að það væri ekki lengur Evrópusambandið og hvað sem að liði einhverjum sérlausnum í sjávarútvegi eða jafnvel í landbúnaði og þar hafa nú menn ekki talað neitt meira en norðurskauta landbúnað sem að gefur finnum að svíum tækifæri til þess að styrkja sama af eigin skattfé. Jafnvel þótt að væri sérlausnin þar þá stendur hitt eftir grundvallaratriði aðild að Evrópusambandinu felur í sér að Evrópusambandið, ekki aðildarlandið, hefur æðsta vald á sviði löggjafar, framkvæmdarvalds, dómsvalds og utanríkisstefnu. Og það óásættanlegt fyrir Ísland, land sem að nú, eins og menn þekkja, mjög fámennt, mjög lítið en hefur engu síður náð stórkostlegum árangri eftir að það fekk réttin til að taka ákvarðin út frá eigin hagsmunum. Þá langar mig að færa okkur yfir í
hælisleitendamálin sem að verða mjög sérkennileg bæði hérlendis en ekki síður í Evrópusambandinu en áðurinn fyrir að gerum það að þá getið þið farið inn á einpæling.is þar sem þið getið hort á þetta í beinni en án áskriftar þurfið þið að bíða eftir því að sjá hvernig þessu vindur fram. Þannig að takk kærlega fyrir að hlusta á streymið í opu en við höldum áfram á einpæling.is en sko, núna Evrópusambandið náttúrulega bara orðið þannig að þeir eru að fara að móta, þeir eru náttúrulega búin að koma sér í gegnum það sem heitir Ungverjakrísuna, þar sem að þeir vildu ekki takast á við veruleikan, þar sem að Ungverjar hefðu einhver athugasemdir stefnu Evrópusambandsins, bæði gagnvart í stríði Úkraínu við Rússa og líka hælisleitendamálum. Og núna þeir búin að koma því í gegn að Evrópusambandið getur ákveðið núna hvernig þeir dreifa hælisleitendum. Og ég veit að hljóma bara eins og einhver hræðsluáróður og eitthvað þannig. En þetta bókstaflega orðið þannig að Evrópusambandið getur sjálft ákveðið hvernig hælisleitendum verður úthlutað í hverju? Í samhengi við landsframleiðslu og mannfjölda. Og ætlum við að fara að taka þátt í þessu? Mikið ég fegin að þú skulle nefna þetta því að þetta eitthvað sem að hefur lítið nánast ekki neitt verið rætt í tengslum við þó takmarkuð umræðu sem að hefur verið ESB-málun í sumar. Þetta jafnvel stærra mál en nokkuð annað. Ég reyndar þeirra skoðunar að hælisleitenda útlendingamálin, innflytjendamálin skulum við bara kalla það, séu langstærsta mál sem að samfélag samtímans fyrir að fást við. Miklu stærra heldur neila allt annað af því að allt hitt eitthvað meira og minna eitthvað frátöldu kjarnorkustríði og einhverju slíku eitthvað sem að hægt að laga og breyta síðar. Efnahagssveiflur koma og fara og það gerð mistök í því hvernig menntakerfinu stjórnað, heilbrigðiskerfinu og svo framvegis og það hægt að laga það. En það verður aldrei bætt fyrir það ef menn missa stjórn á því hvað samfélagið og hverjir tilheyra því. Og með því ég ekki að halda því fram eins og einhverjir af reiðu vinstrimönnunum sem þú nefndir hérna upp að getu eflaust sagt að það ekki að hleypa neinum inn í samfélaginu, alls ekki. Við höfum að taka vel á móti þeim sem að vilja verða hluti af samfélaginu, annarkvort vinna hérna nauðsynleg störf til skamms tíma eða jafnvel verða Íslendingar og það hljóta þó að fylgja því okkurna skyldur ef menn vilja verða Íslendingar, taka vel á móti slíku fólki og ég held að Íslendingar almennt séu mjög hrifnir af þeim útlendingum sem að til dæmis leggja það á sig að læra íslensku og hafa álit á Íslandi og maður þekki marga útlendinga sem hafa meira álit á Íslandi heldur en Íslendingar sjálfir svona meðaltali. En það þarf að hafa stjórn á þessu og sú stjórn ekki til staðar núna, ekki á Íslandi og enn síður í Evrópusambandinu. Við getum tekið stjórnina hér, við höfum rætt það fyrir þáttum hvað þarf til þess, en við getum ekki eftirlátið Evrópusambandinu að stjórna því hvernig samfélagið hér þróast og senda okkur fólk sem að hin Evrópusambandslöndin vildu ekki hafa hjá sér. Og það hárrétt hjá þér, það það sem að lagt upp með að hálfu Evrópusambandsins og ef að við drægjumst þarna inn, menn álpuðust til þess að segja já til þess að sjá, þá myndu við nú aldrei fá að sjá á endanum afleiðingarnar af því að Evrópusambandið stjórni því hver má setjast að á Íslandi. Og þú bendir líka rétt til á það að það verði litið þarna til landsframleiðslu og fólksfjölda. Ég hef heyrt oft í gegnum tíðina löngu áður en að þessi umræða hugsanlega aðild Íslands nú kom upp en af því að maður hefur verið að reyna að fylgjast með þessum innflytjendamálum
víða með Evrópu, stundum rætt þetta á þegar maður á fundum erlendis. Þá viðhorfið frá fulltrúum Evrópusambandsins alltaf, þið erum eins og stórt land, ykkur vantar fólk, þið getið tekið. Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir á heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða. Sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annar staðar að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. Við erum hérna með tróðfullar borgir og vantar húsnæði og svona. Þið eru með endalaust land og þið eru bara 300 eitthvað þúsund. Þið getur tekið endalaust af fólki. Og þetta verður viðhorfið á göngunum og fundunum í Brussel, gagnvart Íslandi. Ef einhver í framtíðar íslensk stjórnvöld, ef við komum hann inn, fara að reyna að segja, nei, við ætlum ekki að taka þess sem þeir að fara að senda okkur. Nú, okkur ekki. Já, okkur líst ekki alveg á þá. Við erum komið nóg af svona gæjum, sko. Við viljum stjórna því sjálfur hverjir fá að flytjast til landsins. Þá kemur bara svarið, við erum hér, Evrópulöndin, að gera okkar til að taka á móti hælisleitendum og þeim nú bara fjölga, það 100 milljónir á flótta og allt þetta og þið hana 397.000 eða eitthvað, þið verðið að gera ykkar og það ekki eins og eitthvað skorti pening. Við getum, eins og í Fraklandi, við getum ekki eins og borgað eldri borgunum okkar lífeyri og þeir fara á eftirlaun 48 ára. Þannig að þið þurfið að gera ykkar. Þið eru með gott lífeyriskerfi, þið eru með öflugt heilbrigðiskerfi, velferðarkerfi. Þið eru síðasta þjóðin sem á að vera að afþakka það að taka móti fólki á flótta. Svona verður þetta. Og ég hef stórkostlegar áhyggjur af því. Og þetta tengist nú öðru sem varðar Evrópusambandið og umræðum það hvort að maður sé á móti Evrópu. Ég sko ekki á móti Evrópu. Ég elska Evrópu. Má ég skjóta inn í út af því að mjög mörgum tilfellum og sérstaklega þeir sem ganga lengst í því einmitt að segja bara, ég meina, heyrðu, við erum bara skuldbundin og fara að slá mann í hausinn með, þú veist, hérna, já, það var einu sinni, hérna, nýlenduveldi, hérna, og hérna, vilt þú ekki mannúð og þú ert búin að eyða svo mörgum, þú ert búin að drekka úr svo mörgum pappaglösum, þannig að þér alveg saman umhverfið, þannig að þetta skrifa, þú veist, og svo er mann slegin í hausinn með öllum þessum hlutum öllum og svo segja, já, ég menna, ertu eitthvað á móti Evrópu? Og þá segi ég alltaf, byrju, talsmáti þess fólks undanfarin ár, og það eins og við vorum að tala um áðan, gert ráð fyrir því að maður verður að gleymi því öllu í þessu woke rugli sem búið að vera alveg gengdarlaust, að þá eiginlega krafan sú sko líka að hérna Evrópa þurfi að hætta að vera Evrópa út af því að hún þurfi að inngilda sjónarmið varðar stöðu kvenna í samfélaginu sem að á annan daginn sko rosalega bástödd en hins vegar þarf að inngilda sjónarmið sem að ganga mjög hart fram í því að hérna skerða réttindi kvenna og það náttúrulega bara inngilding sko að hérna vera tilbúin að horfa fram hjá búrkunni og hérna viðhorgakar samkynhneigðum þegar það skoðað alveg stórkostlega undarlega. Það bara við þurfum að inngilda þessi sjónarmið. Og hver þá að tala gegn Evrópu? Akkurat. Undanfarin ár. Ég veit alveg hvaða fólk það er. 100% og vel orðað. Þetta mjög málið og svo við vísum aftur til hennar rökvillunar hjá jásinunum með það að menn hafi oft verið á móti ýmsum hlutum í gegnum tíðina sem að svo reyndust bara að vera jákvæðir en já, menn hafa líka verið á móti ýmsum hlutum og varað við ýmsum hlutum sem að reyndust vera hræðilegir. Það voru mjög margir sem að vöruðu við sósíalismanum, kommunismanum, nazismanum en það voru líka mjög margir sem að vöruðu við því hvernig Evrópusambandið væri að þróast
og á ýmsum forsendum, efnahagslegum forsendum, stjórnkerfis forsendum, bákninu og þetta allt, og það voru líka mjög margir sem að vörðu við hættunni af stjórnleysi í innflytjendamálum. En hvernig var brugðist við því? Það var ráðist á þá, það var þakkað niður þeim, þeir voru uppnefndir, en þeir reyndust hafa rétt fyrir sér, þrátt fyrir viðvaranir í fortíðinni. Þannig að það er ekki svo að í hvert skipti sé sem einhver varar við einhverju eða hefur ímykust af einhverju, þá hljóti tíminn að leiða það í ljós að hann hafi haft rangt fyrir sér, af því að allt einhvern veginn þróist óhjákvæmilega rétt átt sem virðist vera hugafarið hjá sjálflendingunum. En þetta með stöðu Evrópu er mjög ánægður og nefnenda, af því að þetta er mér meira hugleikið en ég bel nokkuð annað. Það er staða vestrænnar siðmenningar. Því að við þurfum á því að halda hér á Íslandi og í öðrum vestrænum ríkjum að við gerum okkur grein fyrir hversu verðmæt þessi menning sem við búum að og sagan sem þurfti til þess að skapana er. Þetta gerðist ekki af sjálfu sér og það þarf að vernda þetta. En nú er komið upp þetta viðhorf að fyrsta lagi hafi þetta nú eiginlega bara gerst af sjálfu sér mitt vegna framrásar tímans. Þóttið svipað og kannski viðhorfið hjá sjáfólkinu sem að vill aldrei heyra minnst á viðvaranir. Því að það telur að tíminn, framþróun tímans bara leiði minni í rétt átt. Og Vesturlönd hafi bara notið þess að tíminn hafi fleytt þeim fram á þann stað sem að þau eru. Það hafi ekki þurfti neitt sérstakt til þess að búa þetta til. Og á leiðinni þessum árangri hafið þau vilja frekar bara verið til óþurftar og stefna þeirra verið mannfjandsamleg, eins og nefndir í mitt með heimsvaldastefnuna og nýlendu stefnu og loftslagsmálin akkurat. Þrátt fyrir það við séum 85% í orku, sko, þá erum við samt alveg ömurleg, sko. Mestu sóðarnir eins og heimildin sagði. Já. En einmitt af því að ég er svo mikill afsakið orðbragðið Evrópusinni í merkingunni stuðningsmaður vestrænnar siðmenningar, þá hef ég gríðarlegar áhyggjur af þessari þróun, og þessi þróun hún er að miklu leyti keyrð áfram af Evrópusambandinu sem að tekur þátt í þessum leik sem snýst að gera lítið úr allir okkar sögu og öllu því sem að þurfti til þess að byggja þetta upp og vera í endalausum afsökunargýr gagnvart heiminum og öllum og telja að hlutverk ESB og þessara ríkja sem að tilheyra því sé einhvern veginn að biðjast afsökunar á öllu sem við höfum gert í gegnum tíðina og þeim árangri sem við höfum náð. Þetta fellur vel að öðru hvað varðar þessa stóru mynd sem er svo að Evrópusambandið er til marks hnignunaraskeið. Og helsta samlíkingin við Evrópusambandið er náttúrulega kannski Habsborgaraveldið og svo en Austurríki Ungverjaland, ríki, fjölmenningar ríki, samansett af ólíkum þjóðum sem að voru undir stjórn keisara í Vínarborg og svo eftir atvikum í Budapest, og þetta var alltaf erfiðara og erfiðara að halda þessum þjóðum saman, sérstaklega þegar að hagsmunirnir rákust á og síðan þegar kemur upp þessi hugmyndum að þjóðir eiga að fá að vera frjálsar, hugmyndin þjóðríkið. Og hvernig var það brugðist við því? Það var brugðist við fyrst og fremst með auknu skrifræði, með því að reyna að mikrostjórna öllu, vera með fulltrúa valdsins í öllum hérðum, að fylgjast með því að menn höguðu sér eins og þeir ætti að gera og auðvitað lögregluvald á bakvið það
sem að Evrópusambandið hefur í takmörkuðum mæli en hugsa sér að vaxi mjög eftirlits og öryggis hlutverk ESB sem að maður óttast að verði beitt meira gegn borgurunum heldur en til þess að hafa hendur í hári raunverulegu glæpamannana. Ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi svona ótrúlega gott Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara, þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem að ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi. Ótrúleg útsjónarsemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið á málið. Og öll dæmin frá Bretlandi eru náttúrulega, Bretland sé ekki í Evrópusambandinu, en það eru dæmi sem að ætti að vera víti til varnaðar. Þannig að þegar maður sér þetta núna með áform ESB að geta haft eftirlit með öllu sem að fólk skrifar síma sinn, skilabóðum sem sendir mömmuðinni eða hverjum sem og Evrópusambandið ætla að fylgjast með þessu öllu og láta gervigreind vantilega fylgjast með því. Þá óttast maður að það verði á endanum notað til þess að hafa stjórn á því hvað fólki megi þykja og hvernig fólk megi tjá sig. Rétt eins og í austrísk-ungverska keisaradæminu þegar að fulltrúar valdsins voru farnir að elta upp í alla þá sem voru að prenta dreifibréf og slíkt, þar sem að framkom einhver gagnrýni sem að var valdhöfunum ekki að skapi. Og ég óttast að þetta sé það sem að Evrópusambandið áformið þótt eins og alltaf, eins og ekki stundum, ekki oft, heldur alltaf þegar að verða þeirra auka vald kerfisins, þá sé það útskýrt með það sé gert til að vernda einhverja. Í tilviki neteftirlitsins til þess að vernda börn og reyna að koma barnanýðinga. Maður skjóta henni það var einn hérna sem að spurði mitt þeirra spurninga hvort að þú hefðir svona skoðun á gervigreind almennt og mér finnst það alveg áhugavert að vinkla það inn í þessar hugleiðingar út af því að gervigreindin virðist alltaf að vera frábært framfara tól. Evrópusambandið virðist alltaf að nýta það framfara tól til þess einmitt að hafa stjórn á borgununum með einhverju leyti. En að passa sig að hverskins ágóði og ég veit ég hlómaði bara eins og ég sé að tala einhvern hræðslóróður en ég get ekki hort á þetta öðruvísi út af því að maður fara að heyra þetta frá öllum sem eru með sérþekkingu í hugbúnaði að gera hér á landi að það einfaldlega ekki gott að vera að reka nýsköpunar og hugbúnaði fyrirtæki á Íslandi varðar gervigreind. Hins vegar eins og með þetta chat control að þá ætlaður vissulega að nýta gervigreind til þess að fylgjast með borgarunum. Þannig að þó að hljómi eins og ég sé að tala um einhvern hræðslóróður hérna, þá bara kann ég ekki lýsa þessu öðruvísi. Nei, ég alveg sammálaður. Ég hef miklar ágjörð þessu því að gervigreindin gerir náttúrulega bara það sem að hún hönnuð til að gera og miðað við það hvað nú skilgreind sem haturs orðræða og hvað menn teygja sig langt í slíku og aftur náttúrulega dæmið af Bretlandi það sorglegasta sem að maður veit í þessum efnum á Vesturlöndum en það sama þróun í Evrópusambandinu að ríkisvaldið farið að gera allt til þess að reyna að halda pottlókunum niðri þótt að sjóði undir og farið að refsa fyrir tjáningu, fyrir skoðanir til að mynda gengi mjög langt í því að skilgreina gagnrýna umræðum Íslam sem hatur. Það saman ekki gert kristni og líklega ekki mönnur trúarbrögð heldur. Veitum bara 400 árum af blóðsúthellingum til þess að mynda losna undan þessu. En bara löglegum þetta líka. En þannig ríkið og fleiri sviðum öllum þessum viðkvæmu sviðum svo maður noti nú þá almennu skilgreiningu ríkið farið að teygja sig ótrúlega langt í því að skilgreina einhvað
sem að fellur ekki að ríkjandi skoðun valdhafana sem hatur, sem að verði að banna og jafnvel að refsa fyrir. Og aftur komið að Orwell og spádóms gáfu hans. En þess vegna óttast maður að gervigreindin sem að muni lesa öll SMS-in sem að menn senda sín á milli og jafnvel oft einhvað í kæruleysi, kaltæðinni, gríni, að það hringi einhverjum bjöllum og það komið melding, herðu, þessi hérna náungi á Íslandi var að senda öðrum náunga þetta og þetta rúmast innan ramma þessum að við höfum skilgreint sem haturs orðræða. Já, líka Spaug, en allt í einu færð þú hringingu frá lögreglunni og þetta myndum sem er kannski kallað hræðsluáróður ennþá, en þetta svo ég víki enn og aftur að dæminu frá Bretlandi. Þetta er ekki hræðsluáróður, menn ekki aðeins fá hringingar frá lögreglunni þrátt fyrir að hafa ekkert brotið af sér. Ég var einmitt að hlusta á myndband á henni kom hingað upptöku af lögreglunni í Bretlandi hringja í konu til að boða hana í að koma sjálfviljug í viðtal út af því sem hún hefði skrifað á netið. Hún spyrir brauti einhverju, nei, en þetta móðgaði einhvern og þá ber okkur að bregðast við og við verðum að fá þig til að útskýra meiningun á bakvið það sem hún skrifaðir. Og þó hafði hún ekki brotin einn lög, þessi kona. Og svona er þetta orðið og getur rétt ímyndaðir þegar tölvan er farin að stjórna þessu og þú reynir að einhvern veginn að rétta þinn hlut og segja, útskýra, þetta var grín sem að vísa því, annað grín, ég var að gera grín að öðru manni fyrir skoðanir hans og bara computer says no og þú þarf að mæta í yfirheyrslu. Þannig að þetta er verulegt ágefni, en svo náttúrulega gervigreindin bara í heild er líka ákveðið ágefni svona út frá því sem að Stephen Hawking og aðrir voru að velta fyrir sér. En er hægt að gera eitthvað í? Nei, ég er sko, ég var rosalegur svartsýnismaður með þetta. Ég er orðinn bjartsýnismaður, en það er aftur á móti fullt af hlutum sem að þarf að huga að. En líka bara hugsa sko dagskrárvald einmitt Evrópusambandsins að þeir séu að passa upp á það hvernig hlutinni séu að þróast varðar internetið og það er einn maður sem heitir Winston Marshall sem ég hlusta stundum á og hitt hann einmitt í London fyrir réttrum ári þar sem við vorum einmitt að spjalla þessa hluti, tókum kortar spjalla eða eitthvað og hann var einmitt að segja sko að við vorum það var þarna þegar það var mikil innbrotar hérna eins og í Bretlandi og þeir voru alltaf að bregðast við því sko með því að passa upp á það að lögin myndu fella úr gildi það að fólk þyrfti að verða handtekið og setja inni ef þetta var undir ákveðinni fjárupphæð. Það er að segja að þú myndir ræna ákveðinni fjárupphæð þá myndir ekkert vera brugðist það mikið við út af því að þetta væri svo lág fjárupphæð. Sama hefur gerst í ákveðnum ríkjum Bandaríkjanna og annars staðar. Og þar vorum við með að ræða þetta sko að dagskrárvald lögreglu í þessum ríkjum sem að eiga til dæmis erfitt með hælisleitendur og erfitt með að takast á við innbrot og fleira hefur einmitt verið það að færa þetta þá yfir á internetið og vera einhvern veginn að passa upp á það við erum að ná stórkostlegum árangri í því að fólk er ekki haturfullt á internetinu og ég hugsa með mér sko ok, en af hverju er þetta þá svona að hlutinir sem að hefur að gera með raunverulega glæpi sem að ógna raunverulega öryggi séu á svona slæmum stað það er einn að ringja hérna og hann ætlar að örugglega koma með spurningu handa þér ég opnaði fyrir síma fyrir smástund Flott Góðan daginn Blessaður Þórarinn Sæll Ég bara láta að vita að það er ekkert hljóð í þessu sem er í beinni útsendingu Nei, það er út af því að það er á beinni einum pælingu á einpæling.is Takk fyrir En já, það sem ég var að segja er að þegar dagskrárvaldið byggir alfarið á því að stjórnvöld séu bara bregðast við sem á internetinu hjá fólki sem er ekki að brjóta neitt af sér í staðis að vera að takast á við hlutina það sem fólki er að brjóta af sér það er hnignunar merki Algjörlega
klárt og skýrt hnignunarmerki. Hlaðvarp í samstarfi við bæjarins bestu pilsur. Þetta auglýsir sér náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pilsu þá veistu nákvæmlega hvað þér langar í. Þér langar í bæjarins bestu pilsu og það er því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarp í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl og þess vegna er mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. En þá komum við aftur að vandamáli sem við ræddum aðeins áðan með löndin sem eru, þjóðina sem eru komin inn í ESB. Þegar menn eru í pottunum og vatnið er kannski aðeins helst til heitt en þú ekki að stökka út í óvissuna. Og ég hef svolítið ágjörð af því að stór hluti fólks, í fyrsta lagi hefur náttúrulega stór hluti fólks engan tíma til þess að spá í svona hluti, verður bara að treysta því að þeir sem stjórna hafið þetta í lagi. En svo er maður líka ágjörð því að það er svona tilhneiging sem að hefur mikla kosti en í þessari tilhneigingu félast líka miklar hættur. Og það er þessi jákvæðni. Vonin að hlutinni reddist. Verði bara í lagi. Af því að það er líka svo stórt skref fyrir marga að ætla sér að reyna að gera eitthvað í þessu eða tjá sig þetta. Winston Marshall sem þú nefndir var hann ekki banjóleikarinn í Mumford & Sons jú. Og hann er núna með fína þætti og tjáði sig á snjallan hátt. En það gerast eftir að það var reynt að cancela honum. Hafði hann ekki mælt með einhverju bók? Jú, ég held að það var Douglas Murray eða eitthvað. Það var einhver bók. Jordan Peterson eða eitthvað. Bara svona, fín bók. Og þá bara var ráðist á hann og honum eiginlega hent út úr hljómsveitinni. En fyrir vikið kannski öðlaðist að námkvæði frelsi. Og forðið bara þá að taka þetta alla leið og fara að tjá sig. En þetta er svo stórt skref fyrir margt fólk að blanda sér í þessa umræðu að það bara vonar að einhvern veginn verði hlutirnir í lagi. En ég er svolítið ágjur að við sem komum inn á þann tímabónd að fólk þurfi eiginlega að rísa upp. Já. Þessari þróun. En það er best gert þetta með því að kjósa. Já. Með þeim hætti að það verði einhverjar breytingar. Já, það er svona grunnforsendan fyrir því. Hérna, það var einn sem að spurði hérna hver er stefna Miðflokksins gagnvart inngildandi framfarafánunum í skólum og fræðslu samtakana 78. Og ég ætla reyndar út af því að núna voru hérna hinsegin gangan hérna fór niður Laugaveginn núna fyrir ekki svo mörgum dögum, núna síðustu helgi. Og ég mæti alltaf. Það er mér bara gaman að fylgjast með þessu. Alltaf svolítið sérkennilegt með þetta hérna að Palestínumálin sé orðin eitthvað sérstætt hinsegin málefni. Það er svona ákveðin öfumæli að mínu að mér er stórkost enginn. Ég ætla að segja þér hérna sögu af þessu. Að hérna, ég var í sér göngu og þarna vor einhver maður, held ég, upp á vagni með svipu og svona með beisli á tveimur fólki með einhverja hundagrímu sem voru í leðurólum og fleira að draga vagnin. Það var krakki sem var hliðin á mér og hann sagði, þetta er svolítið skrítið. Og ég er svona, já, hún má ekki segja þessi skrítið. En auðvitað er þetta skrítið. Og ég, þú veist, maður byrjar að takmarka svo mikið sjálfa sig að sjá eitthvað fólk draga einhvern hestvagn í leðurólum. Já. Það er ekki skrítið. Hér er sagt að hafna the evidence of your eyes and ears. Já, þetta er orðið svona. En stefna ykkar í framfarafána, þetta var löng spurning. Já. Mér finnst nú almennt með þess að fána að við opinberar byggingar eigi bara að flagga
íslenska fánunum eða fána sveitafélagsins eða stofnunar eða hvað sem að þar er starfandi og þótt það er alls ekki að banna fólki að sína stuðning við ákveðnar hreyfingar, þá má þetta samt ekki verða eins og í sögu Václav Havel skiltið í glugganum Green Grocer já. Einmitt. Það sem að til að gera langa sögu mjög stutt að hann fekk sent skilti frá flokknum, örugar allra landa saminist, einhvað slíkt og það var ætlast til þess að hann setti þetta í gluggan hjá sér og hann hugsaði með sér, ég er nú skráði meðlifur í flokknum og stið hennar kommunistaflokk sem stjórnar í landinu hann er að reka þessa búð en af hverju þarf ég sérstaklega að setja út skilti til þess að sína fram á það og eitt leit af öðru og svo var skiltið í glugganum farið að pirra hann af því að það var farið að minna hann á eigin veikleika að hann fannst hann veiklundaður frekar en að hann væri að setja þetta af því að hann stoltur af því af því hann upplifði það að hann væri að setja skiltið af því að það væri ætlast til þess á hann frekar en af því að hann langaði sérstaklega að auglýsa þetta þráttur að vera með mér í flokknum og þetta minnir mig líka stundum á Seinfeld þátt ég veit ekki hvort þú ert velaðir í Seinfeld en þegar Kramer fór í AIDS gönguna og hann svaf yfir sig en dreif sig af stað slappur og þunnur ef mann rétt og mætti þarna tímanlega og fer af stað í gönguna því hann vildi sína málstofnum stöðning með því að fara í þessa AIDS-göngu og svo vildi fólk hann fengi svona rauðan borða og hann, nei, ég vil ekki borða það þú verður að hafa rauðan borða akkur ég er mættur hérna, ég er að sína stöðning ég er að safna peningum fyrir þetta þú verður að hafa rauðan borða og þá svaraði Kramer það er akkurat þess vegna sem ég vil ekki hafa rauðan borða af því að það er skylda að eitthvað mati og þetta kannski svona blandast einhvað inn í þetta en varðandi þessi mál almennt þá náttúrulega erum við eindregið þeirra skoðunar að allir eiga að fá að lifa sínu lífi eins og þeir vilja og allir eiga að vera jafn réttháir, allir eiga að njóta sama réttar, algjört grundvallar atriði og eina megin stóðum vestrænna siðmenningar sem við rættum áðan. En ég ímynda mig líka að samkynhneigðir hafi sín á milli ólíkar skoðunar á því hvað sé viðeigandi og hvernig sé best haldið upp á árangurinn af baráttu þeirra. Það var voru þættir núna RÚV það sem að hétu eitthvað hinsegin dagar eða eitthvað þannig og það var tilefni var sjálfsögðu hinsegin dagar og þetta var spilað á RÚV minnum mig á sunnudeginum eftir gleðgönguna og þar var að vera að ræða þessa hluti og vera að ræða svona hinsegin mál og gott að blessa svo var eitt sem að kom upp á hattinum sem maður hefur reyndar heyrt áður að það voru fólk sem var að tala um þetta sko já svo segja sumir bara að mér er alveg sama þótt þú sért trans og mér er alveg sama þótt að þú ert svona og svona en það er bara ekki nóg út af því að þú verður líka að viðurkenna þetta og ég hugsa með mér og ég hef sagt þetta svo oft áður það orðið sjálfstætt markmið að ég sé eða sem sagt mínar skoðanir sem í flestum tilfellum kannski bara prívat gagnvart þessu eins og fólk hjá almennt eins og þegar Snorri Másson þarf lögreglu þjónustu þegar hann segir að það séti 2 kyn sem örugglega afstaða 95% af landsmanna að Kramer var lamin, það endaði með því hann var barinn til óbóta nákvæmlega en það að þetta sé orðið sjálfstætt markmið hinsegin baráttunnar að ég þurfa að vera á þessari skoðun og þú þurfa að vera á ákveðinni skoðun að þá það ekki mjög haldbært til frambúðar að þú ætlar að vera ósáttur þangað til að sko síðasta manneskjan orðin sammála þér
það hvernig samfélagi að vera. Já. Það er náttúrulega bara ekki raunhæft og gengur gegn hugmyndum tjáningarfrelsi en líka auðvitað bara skoðanafrelsi. Þegar að menn eru farin að ætlast til þess að einhverjir hafi ákveðnar hugsanir, þá erum við komin út á hættulega braut, myndi ég held að. Jordan Peterson var nú frægur, var það ekki fyrir það að útskýra að hann vildi ekki nota pronouns. Já. Hann sagði, sko, ég get ekki fallist á compelled speech. Það er að segja að vera skyldaður til að segja einhvað. Það var þetta C-16 sem var sem sagt skjal stjórnvalda það að bæði stjórnvöld og aðrir gerast skyldugir það að nota ákveðin viðurnefni. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl og þess vegna er mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. Og hann sagði, ég get gert einhvað fyrir kurteisissakir. Þú getur beðið mig það. Já. En ég get ekki fallist á það að ríkið skyldi mig til að tala með ákveðnum hætti. Og það er náttúrulega, ef við bökkum bara nokkur ár aftur í tíman, hvað hefði fólki þótt það á Vesturlöndum ef einhver hefði haldið fram eftir nokkur ár, þá mun ríkin fara að setja lög sem að skylda því til að tala með ákveðnum hætti. En þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða því að sagan sýnir að mínu mati og reynslan að því marki sem hægt er að læra af sögunni að frelsið og einstaklingsréttindin gagnist öllum hópum best, ekki hvað síst þeim hópum sem að gæti hallað á í öðru fyrirkomulagi. Og það þegar að farið er að reyna að ná ofstjórn á hlutunum og samfélaginu og stýra ekki bara því sem að fólk segir heldur því sem að fólk hugsar, þá getur það mjög fljótt snúist gegn þeim sem að því var ætlað að vernda. Já, það er mjög vel orðið komið. Þetta er þessu grunnpælingum að ekki tala fyrir því að lög séu sett sem að þér myndi verið nöp við að andstæðingur þinn myndi hafa. Akkurat. Það er þessu grunnpæling. En herðu, endum þetta á ESB. Já. Hérna, núna eru 17 dagar í þessa atkvæðagreiðslu. Breiðustrókunar. Hvernig leggst þið? Hvernig sér þetta fyrir þér? Hvernig ef þú bara grípur spurningu, þá er ég að tala bæði bara, þú getur farið með þetta í umræðuna, getur farið með þetta í svona það hvernig stjórnmálamenn er að haga þessu, sjárhreyfingin, en svona breiðustrókunar, svona kannski ímyndum okkur bara hvernig þetta þróast út frá því sem við erum með. Hvað hefur að segja það? Ég held að það sé æskilegt að við sem að viljum ekki fara í þessa feigðarför minnum á alla kostina við það að segja nei og þeir eru óendanlegir því að þá erum við búin að ákveða hér svona allavega um næstu framtíð að við þurfum að leysa úr okkar málum sjálf og þá erum við með ríkisstjórn sem að getur ekki frestað því lengur að taka á þeim málum sem hafa beðið, vöxtum og verðtryggingu, húsnæðismálunum, heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og þessu öllu. Og þarf að fara að sinna innanríkismálum og bregðast við í samræmi við aðstæður og þær kalla á viðbrögð. Við erum í ákveðin efnahagskrísu lent með þá þróun sem við horfum upp á og nú er verið að vara enn og aftur við að við stefnum í stagflation eða kreppuverðbólgu. Sem að síðustu kosningar snerust reyndar. Já, akkurat. Og vextir hafa bara farið hækkandi og ýmis merki og ýmsir mælikvarðar sýna það að við erum bara í
töluverðu efnaðslegu hættu ástandi en þó ástandi sem að við getum brugðist við og aðalatriði náttúrulega stjórnvöld hætti að auka við vandan og fari að spara í ríkisrekstri og leggja línurnar með þeim hætti sem við gerðum með svo stórkostlega árangri 2013-16 en aðalega þetta að ef það nei þá okkur allir vegi færir þá bara opin og bein braut svo framalega sem menn bera skynsemi til þess að taka ákvarðanir sem að í samræmi við aðstæður okkar og það sem aðstæðurna kalla á og ég held að Kristrún forsætisráðherrann sé ennþá innst inni að vona að niðurstaðan verði nei því þá fær hún aftur völdin þá þetta þetta viðreisnarvesen og hún orðin aðalmanneskjan aftur því að hinn kosturinn sá að Þorgerður Katrín sem að mun halda utanum hugsanlegar ESB-viðræður stjórni hér öllu því að öll ráðuneytin og stofnanirnar verða undirlögð af þessu við þekkjum það af reynslunni bæði okkar og annara ég hugsa að Kristrún væri frelsinu fegin og vonandi þá fyrir hún meira framkvæma í samræmi við það sem hún sagði fyrir kosningar. En heldur þessi ríkisstjórn haldi áfram bara óbreyttu og þetta verði bara eitthvað sem það bara búið og svo heldur bara ríkisstjórnin áfram? Ég held að þau muni leitast við að gera það. Fólk gera sig bara, ég gaf fólkinu þennan val og það verður ekki tilbúið núna en þið muni sjá fljótlega að það hafi verið mistök að segja nei og einhvers svona og svo heldur hún bara áfram að funda með Evrópumönnum og reyna að undirbúa þetta en svo hún búin að vera að gera held ég frá því hún tók við en við þurfum að minna á í auknum mæli núna hvað felst í tækifærinu sem að fullveldi Íslands og það að við getum haft síðast orðið í okkar málum sjálf hvað það skiptir ótrúlega miklu máli og hvað það veitir gríðarlega mikil tækifæri til framtíðar fyrir þessa þjóð og sérstaklega þá unga fólkið sem að á alla framtíðina fyrir sér og svo verður ekki hjá því komist að reyna að setja þetta aðeins í samhengi eins og við ræddum hérna aðeins í upphafi en mér langar að undirstrika að því það þarf að gera það núna þessa síðustu vikur. Þessi umræða látin snúast eitthvað sem að hefur hvergi verið reynt annar staðar og algjörlega óraunhæft og Evrópusambandið sjálft hefur útskýrt að virkar ekki þannig. Það að sækja aðild að Evrópusambandinu bara til að sjá hvað Evrópusambandið býður okkur. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps HD. HD íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum. Fyrirtækið rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda, farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. Gott og vel. En segjum sem svo að við bara föllumst á það að það sé einhvað sem að hægt að tala um í alvöru. Þótt að sé það ekki. En gefum okkur það. Hvað þá þeir sem að vilja segja já til að sjá raunverulega meina? Jó, þá þeir að meina það að þeir séu tilbúnir til að fórna, selja æðsta vald á Íslandi, löggjafavald, framkvæmdavald, dómsvald, utanríkisstefnu, úr landi til erlendra embættismanna. Það bara spurningum verð. Það bara spurningum hvað Evrópusambandið bjóði, en eru til í að selja, vilja bara sjá hvað verðir fá. Og það finnst mér ekki góð nálgun fyrir stolta sjálfstæða þjóð. Nei, það var áhugavert að sjá hvaða verðmiða Jón Sigurðsson hefði sett. Já, ég hugsa hann hefði nú bara sárnað allt tala verðmiða. Já, eflaust. En Sigmundur, þetta var hörku gott hjá okkur maður. Eins og vanalega. Já, það nú alltaf gaman að spila þau. Það ekki? Já. Við sjáum til hvernig þetta fer. Ég kannski bara hóa aftur í þig fljótlega eftir atkvæðagreiðsluna. Ég getum þess að gera upp málin. Það ekki.
Það var gott, vinur minn. Takk aðeinslega fyrir að koma. Takk fyrir mig og mundu frelsið ómetanlegt. Það er sammála.